2 og Smáralind. Já, komið sæl. Við höfum nú kyrrstæðalagi hérna fyrir vestanland og hún kemur til með að valda okkur vætutíð sunnan og vestanvert landið næsta sólarhringinn en síðan svona annað kvöld að þá fer hún svona að síga suður á bóginn og við taka svona norðlægar áttir hjá okkur í vikunni og það verður nokkuð vætusamt þá landið austanvert og einnig norðanvert en á Suðvesturlandi ætti nú að fara að létta til og gæti orðið nokkuð sólrík vika allavega svona þegar kemur fram í vikuna. Ef við skoðum hitasviðið að þá nú svona aðeins að kólna hjá okkur þó að það sé nú ekki í miklu magni og hitastigin á nú að fara í dag yfir 20 stigin á Austurlandi en síðan svona þegar kemur fram í vikuna þá nú aftur að koma heldur heitari loftmassi yfir landið og þá getur nú farið að verða hlýjast á Suðurlandi. Ef við skoðum hvernig þetta að þróast hjá okkur næsta sólarhringinn að þá höfum við laðina fyrir vestanland og það nú svona strekkingsvindur allra vestast á landinu en síðan svona þegar líður á kvöldið og nóttina þá fer nú að draga hægt og rólega úr vindinum en á morgun og raun og veru næsta sólarhringinn megum við nú gera það fyrir því að verði nú talsverðar dempur bæðum sunnan og vestanvert landi þó að það dragi nú talsvert úr þeim þegar líður á morgundaginn en aftur á móti á Norðausturlandi að þá ætti að verða áfram þurrt og bjart. Og svona lítið þá Íslandskort morgundagsins út, það suðlæg átt landið vestanvert með svona dempum af og til en á Norðausturlandi eða austan til verður svona mun hægari breytileg átt og gæti sérst eitthvað til sólar og þar verður væntanlega heitast á morgun eins og hefur verið og hitatölurnar gæti alveg slegið svona hátt í 20 stigin. Nú síðan áfram á þriðjudaginn að þá fer nú að snúast til norðlægra áttar að þá kemur svona úrkomubakki inn á landið austanvert þannig að þar verður farið að rigna og einnig verður svona þungbúið landið norðanvert og hitatölurnar á Norður-Austurlandi nú farin að síga talsvert en aftur á móti léttir þá til landið sunnan og vestanvert og þar verður væntanlega hlýjast og það verður nú kannski ekki nema 14-15 stiga hiti. En síðan á miðvikudeginum að þá förum við að fá svona kannski ennþá ákveðnari norðanátt í kortunum hjá okkur. Áfram verður þá þungbúið landið norðan og austanvert og einhver vætutíð áfram á Austurlandi en bjart veður landið sunnan og vestanvert og verður þá væntanlega að fara að hlýna enn frekar á Suðurlandi. Nú ef við höldum áfram á fimmtudeginum að þá verður þetta svipað stef, það svona einhver úrkomubakkar sem að koma á norðri og valda áframhaldandi einhverju vætutíð landið norðanvert en aftur á móti bjart sunnanlands og hitatölurnar fara þá heldur hækkandi og gæti jafnvel farið að slá í 20 stigin hámarkshitinn á Suðurlandi. En ef við skoðum aðeins hvað að gerast í kringum okkur þá nú ennþá bjart og fallegt í Skandinavíu nema það nú reyndar lagða á Norðursjánum og svona úrkomukerfi frá henni svona valda því að það nú fara að þykkna upp sunnan til og gæti nú orðið rigning eða skúrir í Danmörku á morgun en annars ansi óstöðugt loft á þessum slóðum og svona víða þrumuveður sem að teygja sig alveg frá Bretlandseyjum og suður til Alpana en fyrir sunnan það við Miðjarðarhafið bjart veður og hitatölur víða yfir 30 stigum og mjög víða léttskýjað. En við skulum skoða hvað að gerast vestanhafs, þar talsverðar svona talsverð úrkoma, þrumuveður í svona suðaustan til og yfir Flórídaskaganum en aftur á móti að byggjast upp hitinn á sléttunum og hitatölur þar víða komnar yfir 30 stigin. En hjá okkur á morgun það verður suðlæg átt landið vestanvert og svona talsverðar dempur sem að dregur nú úr þegar að líður á morgundaginn en austan til ætti að verða þurrt og bjart. Skulum láta þetta duga, verið í kvöld, verið sæl.